Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl, ég heiti Oddný Eir og við ætlum að ræða mjög áhugavert ljóðakvöld sem verður annað kvöld, 50-kvöld og það heitir Ljóðakvöld Reykjavík Poetics nr. 17 frá hjartarótum, skrif eftir fatlaðarkonur og jaðarsett kyn. Er þetta rétt lýsing hjá mér? Til mín eru komnar Sigríður Jónsdóttir, aktivisti og listakona og talskona Tabú sem er feminísk fötlunarhreyfing og svo Þorbera Fjölnisdóttir hjá NPA, varaformaður NPA. Já, ég er varaformaður NPA. Við erum báðar sem fulltrúar Tabú fyrst og fremst. Þeir eru fulltrúar Tabú. Þannig að og getið sagt mér svona frá þessu ljóðakvöldi, er þetta ekki hluti af uppskeru hátíðinni? Jú, uppskera hátíð, mikil hátíð sem stendur alveg bara í mánuð frá 8. febrúar til 8. mars til að fagna 20 ára afmæli fötlunarfræði í HÍ og þetta ljóða og upplestrakvöld fallara kvenna og jaðarsett kyns er sem sagt fyrir partur af því. Þannig að þetta er undir hatti uppskeru. Þetta er alveg svakalega metnaði fullnefnilega dagskrá uppskeru þetta árið, myndlist og ljóðlist og þú Sigurður hefur nú skrifað ansi magnaðar greinar Takk fyrir það. Og einmitt skrifað, þið eru báðar að lesa upp, er það ekki, á ljóðakvöldinu? Og eru þið að lesa upp ljóð þá? Ég er að lesa upp úr skrifunum mínum. Ég ætla að lesa minningar frá því að ég var krakki og frá tíma þar sem að ég reyndar kynntist Þorberu. Við vorum bara stelpur þá og vorum þá upp í Reykjadal sem börn og deildum herbergi saman og ég hef skrifað svona nokkrar frásagnir, ég kallaði þetta 57 minningar númer 57, ég var númer 57, barn númer 57 í Reykjadal og já, ég hef svona verið að bara koma þessum minningum, þessari reynslu og upplifun af því að vera barn á þessum stað með svona hópi fatlaðra barna og það eru auðvitað 50 ár síðan þetta var og það hefur bara skipt mig miklu máli að já og gera þessari reynslu sýnilega og einmitt frá dýpstu hjartarótum eins og titillinn á þessu kvöldi verður og ég hlakka bara svo til að heyra líka skrif annara reynslu heimur fatlaðs fólks er í rauninni svo rosalega falinn. Hann hefur ekkert verið upp á yfirborðinu. Við erum fyrst núna að sjá kannski leikhússýningar. Vinkona okkar Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir var með frábæra sýningu í kassanum núna síðasta vetur, eða bara núna í vetur. Já, ég sá henni. Já, alveg stórkostleg sýning og sýningin til dæmis Fúsa sem hefur slegið í gegn og margverðlunuð. Bara það skiptir bara svo miklu máli að koma veröld fatlaðs fólks og upplifun fatlaðs fólks af þeirri tilveru sem snýra okkur að koma henni upp á yfirborðið. Það snýst svo mikið já, kannski, þú veist, að vinna gegn afmennskun fatlaðs fólks kannski sem að hefur, við sjáum að bara gagnvart Trump til dæmis, einhver mannvera sem að kemur þarna og niðurlægir til dæmis af fatlaðan blaðamann, það var náttúrulega í hans fyrri tíð. En þetta er bara, skiptir bara svo miklu máli að sögurnar okkar fái að heyrast. Já, við séum bara
sýnilega við sem hluta af samfélaginu, við erum hluta af samfélaginu en við höfum verið jaðarsett og hver það sem setur hópa út á jaðarinn? Það eru þeir sem eru svona, það meiri hlutin þannig að nú eru þessi hópar falla fólk og fleiri að brjótast út úr þessari jaðarsetningu í samfélagið alls konar og fólk alls konar og hefur alltaf verið þannig að í staðin fyrir að þessum hópum hefur ýtt út á jaðarinn í gegnum tíðina þá erum við núna við erum hérna líka og við höfum alltaf verið hérna og samfélag sem að ef við talum fatlað fólk samfélag án fatlaðs fólks það óeðlilegt samfélag það væri mjög óeðlilegt óeðlileg þjóð þar sem að væri engir fatlaðir einstaklingar þannig að samfélagið þarf bara að átta sig á þessu og gera ráð fyrir öllum alls þar en talandi kvöldið á morgun þá textin sem ég lesi upp tengist líka Reykjadal Já, nú það Já, ég Reykjadal, það má nefna það, það ekki Reykjadal fyrir norðan? Nei, þetta Reykjadalur sumarbúði fyrir fötlu börn í Mosfellsdalnum. Já, í Mosfellsdalnum, já. Og ég var þarna 7 sumur frá því ég var 6 ára til 12 ára og ég mun lesa minningagrein jafnaldra mína sem var þarna með mér. Var þetta frekar, getið svona ljóstur, var þetta frekar góð reynsla fyrir ykkur að vera þarna? Hún flókin. Já. Hún aðalega flókin vegna þess að það var mjög einkennilegt að vera settur í þessa einangrun og ég fór bara beint úr bókasafninu upp í Sólheimum og Rólónum og þangað og fyrir mér var þetta það ég kannski vissi maður ekkert hvað maður átti að gera við þessa reynslu af því að þetta var svo mikil svona maður tók svo þátt í lífi allra af því að og í lífi og tilfinningum og tjáningu og aðstæðum allra þessara fötluðu barna. Við vorum þarna bara alveg í einni kássu hvert og í öðru, mörg í herbergi og við lifðum svo lífi í svona einum tilfinninga og upplifunar Bing bara. Já, nákvæmlega sem að svo og það alveg ástæða til þess að og við höfum nú hist krakkar sem höfðum verið saman þarna og við höfum verið að tala það hvað það skiptir miklu máli að bara vinna úr þessari upplifun og bara já, þetta var náttúrulega sumarbúðir í aðgreiningu og kannski lítið hugað að því að krakkar með svipaða reynslu væru að deila sumrinu saman því að við vorum náttúrulega með alls konar skerðingar og af öllu tagi. Já. En ég, fyrir mína parta þá mín reynsla svolítið öðruvísi en Sigríðar, það Siggu. Ég upplifði mig ekki alveg sem svona hluta af krakkahópnum í hverfinu eða göttunni eða í skólanum. Ég var það hreyfihömluð og krakkar eru svo mikið á ferðinni og það var svo mikið svona fysiskt og leikir og hlaupa og allt þetta og ég gæti ekki tekið þátt í því. Þannig ég upplifði mig alltaf svolítið utanveltu þar. En þannig það var ég upplifði sem ákveðið svona frelsi að vera þarna bara, það voru bara og við vorum langflest svona hreyfihömluð en vel sjálfberga. Það var ákveðið svona, mér fannst það ekki slemt að vera í þeim hópi en auðvitað var náttúrulega heimþrá og allt svona eins og gengur en þessi hópur og ég búin að vera virk svona í að
taka þátt í baráttunum fyrir bættum bara lífskjörum og bættum aðstæðum fatlaðs fólks í samfélaginu og þá hefur þetta svona hópur minn úr Reykjadal, það er rauninni, það er ekkert svo mörg ár síðan ég átti að máði að þetta var hópurinn sem ég var að berjast fyrir, þetta er hópurinn sem ég vildi að ætti betra líf, sko. En þetta verður alveg gríðarlega náttúrulega mögnuð reynsla fyrir ykkur báðar og fyrir líklega væntanlega alla, en kannski ekkert auðvelt að miðla henni þegar þið komið tilbaka. Sko þetta verið svo sérstakur svona heimur. Einmitt. Og svo hafið þið, og það sem er svolítið merkilegt einmitt að allavega hefur lesið eftir þig svona einmitt blaðagreinar og þú veist, sjálfsagt margir þeirra sem eru í ljóðskálda hópnum á morgun hafa náttúrulega verið bara mjög virkir svona í baráttu og með annars konar skrif og svona baráttu skrif þannig að þetta er svolítið merkilegt að sum reynsla er kannski ekki hægt að koma frá sér í blaðagrein eða þá er kannski auðveldur að koma slík reynslu frá í ljóði eða frásögn eða minningagrein eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta svona vinnur saman dálítið. Svo er náttúrulega að þetta koma saman, það er náttúrulega þetta tabu líka verið svo mikilvægur vettvangur fyrir okkur. Já. Og fyrir okkur sem eru það, því það er þessi sameiginlega reynsluheimur, þú þarft ekki að það er enginn sem gerir lítið úr upplifinðinni, við vitum nákvæmlega hvað þarna þegar við erum að ræða saman og það er ekki traust já, algjört traust og trúnaður og allt það og að við þekkjum þetta. Og er þetta svona tabu, er þetta feminísk fötlunar vettvangur, hreyfing, já. Getið sagt þeim sem kannski hlustundum og árum sem ekki vita, er þetta náttúrulega googlað og finna það svona, en er einhver svona samarstaður, eru fundir eða? Já, sko þetta tabu er stofnað af Freyju Haraldsdóttur og Emblu Guðrúnardóttur Ágústsdóttur og það ég segi bara fyrir sjálfa mig sko að koma inn í þennan þessa veröld sem að þeir voru að skapa þarna fyrir fatlaða konur var gjörsamlega ómetanlegt því að það auðveldaði svo einmitt þessa úrvinnslu af upplifunum og ævi, bara hreinlega æfið. Ég er að nálgast þennan hóp 2014. Ég meina að þetta er komin 11 ár núna að verða og þetta bara það að þær buðu upp á námskeið byrjuðu því að bjóða konum að koma á námskeið og þarna myndaðist hópur sem og svo var bara farið í þemu, þú veist að tala um fjölskyldu, tala um hjónaband, tala um starfsvettvang, þú veist bara að fara í gegnum svona helstu þætti bara í rauninni ævi eða daglegs lífs eða og bara vinda ofan af reynslu okkar og þetta skipti bara gríðarlegu máli fyrir mig til dæmis og þetta er svona á þessum grunni hefur tabu starfað gegnum COVID þá vorum við bara með fjarfundi og alltaf spjall og það er núna líka komið af stað að við erum að hittast já, þetta er náttúrulega fyrst og fremst, þetta er jafningisstuðningur og það skiptir ekki máli hvaðan við erum að koma eða þú veist, hver ævi okkar hefur verið eða hversu mikið lítið fatlaðar við erum, það skiptir ekki máli því að grunnurinn og grunnstefið í okkar reynslu er það sama. Það er af samfélagi sem hefur ekki gert ráð fyrir okkur og við erum kannski að upplifa okkur sem boðflönnur í lífi sem að aðri kannski bara geta tekið einhverju sem sjálfgefnu. Ég fætt 62 og
ég var algjörlega gallað inntak í samfélagi fyrir ófallaða og hvergi aðgengi fyrir mig, nú ég hreyfihömluð þannig það var svona það sem að skipti mig mestu máli var bara allstaðatröpp ekki búið að rampa upp Ísland ekki byrjað á því neitt. Nei og bara með stöðugan aðgengiskvíða og látið finna fyrir það væri bara vesen já þá það vesen var það jafnvel þannig tilfinning svona að þú upplifir það að fólki finnist það bara að vera eitthvað neginn vesen að þurfa að vera eitthvað að hugsa aðgengi það var ekkert að hugsa aðgengi já ekki einu sinni þannig það var ekki spurning að vera vesen það var bara ekki hugsað nei það var bara ekkert hugsað það og ég var bara svo heppin þegar ég byrja í háskólan og múið mikið tíma í Lögbergi, ég var nú ekki í lögfræði en sótti mikið tíma samt í Lögbergi og að það var prófessor í lögfræði sem að eftirlét mér stæðið sitt, það var lítið svona bílastæð við hliðina við Norðurgaflina á Lögbergi og hann var til þess eitthvað áskynja að það var oft erfitt fyrir mig að komast og fá stæði og komast þarna í hús og aftur út í bíl að hann þarna eftirlét með stæðið sitt þarna á þessu starfsmannabílaplanni og það svona bjargum, það var bara tilviljun. Já, þetta bara svona upp á náð og miskun. Já. Engin stæði fyrir að hreyfamlega neitt svolítið, ekki neitt sko. En svo hefur nú, margt gerst, má segja, en það mikið sem sagt. Það þarf að einhvern veginn benda fólki á og vekja fólk til vitundar bæði fallaða og fallaða. Við erum búin að vera að vinna í að breyta þessari grunn hugsun, sko. Þetta samfélag sem ég að lýsa sem ég ólst upp í, þá var svo kallega læknisfræðilega módel ráðandi. Það var sem sagt fötlun eitthvað svona galli, eitthvað afbrigðileiki og sem að er svona til hliður og ekki gert ráð fyrir en síðan og meðal annars að þakka sem að fötlunarfræðin í HÍ hefur náttúrulega líka mikið sem sett haft mikil áhrif til að opna umræðuna að það er félagsleg sýn á fötlun sem allt öðru, sem er akkurat þetta sem ég var að lýsa áðan að fötlun bara eðlilegur hluti af mannlegum margbreytileika og samfélagið á að gera ráð fyrir því og fötlun í rauninni eitthvað sem verður til í samspili skerðingar eins og nú mín skerðing hreyfihömlun og umhverfisins þannig ég minna fötluð ef að aðgengi í lagi ég fæ þá aðstoð sem ég þarf á að halda ég fæ þau hjálpatæki sem ég þarf á að halda ef ég hefði engin hjálpatæki þá bara þá kemist ekki neitt þá var ég bara kemist alltaf út úr húsi eða getur gert eitthvað skapaðan hlut þannig þá ég meira fötluð þannig þetta sem sagt þetta eru félagslega sýn og fötlun sem svona búið mikið að berjast fyrir að koma inn í og að verði ofan á og sem betur fer þá stefnir nú í það allavega ef það að marka nýju ríkisstjórnina þá loksins verður lögfestur samningu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks það sem þessu sýn bara rauður þráður með ólíkindum að það sé ekki boðað því já, segðu það bara alveg furðulegt hvernig einmitt ýmislegt hefur verið lofað í ýmsum málaflokkum en einmitt ekki lögfest eins og það skiptir bara höfuðmáli en jafnvel þótt þú fáir þetta félagslega svona stuðning kannski eins og fólk bara þarf lyf sem með ýmsa sjúkdóma þú færð hjálpartæki eins og þú segir og aðgengi kannski en þá það nú líka það sem og þá það samt hugarfarið það ekki viðmót fólks það viðhorfið náttúrulega grundvöllurinn að öllu já en ég að meina auðvitað þarf breytt viðhorf til þess að þú fáir þessar aðstóð en þarf ekki svona enn meira ég veit ekki, eins og mér finnst þið verið að tala það svona viðhorfsbreyting sem svolítið einmitt að þetta ekki einhver kjarni þarna sem normal sem síðan að rétta hinum ölmusu eða hjálparhönd eða opna aðgengið heldur samfélagið raunverulega ekkert
það ekki búið til af einhverjum eðlilegum kjarna og síðan einhverjum óeðlilegum jaðri eða svoleiðis. Nei, það meiri hluti, getum við sagt. Ekki eitthvað eðlilegt og óeðlilegt, en það við getum alveg sagt, meiri hluti þjóðarinnar ekki hreyfihamlaður. Við getum alveg kannski sagt það. Það alveg að segja það. Þannig að það meiri hlutin sem ekki einhvern veginn, sem á einhvern hátt, sem ítir þá hinum. Já, en innan sko fötlunarhugtaksins, þar nú líka bara, það svo eins og að maður fer yfir list aðildafélög ÖBÍ, sko, það alveg rosalega mörg aðildafélög og margar það ekki bara fatlað fólk innan viðbanda ÖBÍ. Nei, hvað til dæmis það líka bara já, öryrkja, fyrir ekki, já, með langvinna sjúkdóma, með raskanir og ýmislegt, það ýmislegt undir hattinum. Alveg rétt, en ekki samt innan fötlunar, sko, eins og geðfötlu, það svolítið margt samt innan fötlunar algjörlega fötlu sem að jú, við erum kannski að tala líka meira svona hvernig samfélagið ennþá lokað ef við hugsum til dæmis bara vinnumarkaðinn sem að mjög erfiður fötluðu fólki. Jafnvel þegar fatlað fólk hefur barist í gegnum nám til dæmis að fá vinnu við hæfi ekkert auðsótt. Og það ég hef upplifað að vinnumarkaðurinn sé útilokandi. Þannig að og svona viðþorfin sem eru til fatlaðs fólk sem sko nær því að komast inn á vinnumarkaðinn. Það kannski hrekst úr starfi vegna viðþorfa eða vegna þess að vinnustæðurinn ekki aðgengilegur eða það bara mætir andstöðu og bara þetta allt hluti sem þetta bara mjög áhugavert og við erum eiginlega ekkert farin að rannsaka þetta kannski mikið hér heima. Nei. Þú veist, hvernig við erum að mæta fötluðu fólki og svona kannski bara þessu tilfinning að mannustjórarnir í rauninni gera ekkert ráð fyrir því að manneski sé fötluð sem að sækja starf eða skilurðu að það sé svona eitthvað möguleiki og ef að það reynist vera það við hefum heyrt af konum sem hafa komið og rætt við okkur í Tabú að konur hafa bara fengið höfnun þegar kemur í ljós að hún hreyfihömluð eða það var einn sem mætti búin að mennta sig og sækir starf og boðið í viðtal og svo leið og aðilinn sér hana sem að taka viðtalið þá bara fekk hún fram hann eins og ég hefði nú bara aldrei boðið þér í viðtal ef ég hefði vitað að þú væri fötluð. Og samt eru til lög í landinu sem að banna þessa mismunun. En það bara hvorki eftirfylgni með þeim eða neinar sérstakar kæruleiðir. Eða svona vitundarvakning af hálfu hins opinbera í rauninni. Þannig að það eru bara eins og þið í Tabú og svo verið náttúrulega það nokkur svona batteri sem eru bara markvisst að berjast fyrir vitundarvakning og merkilega nokk oft í gegnum listina. Hún kom inn að Rannveig sem yfir fötlunarfræðin upp í háskóla og var að tala hvað verið sorglegt að fatla fólk sem að væri til dæmis í listnámi í menntaskólum að þau hefðu ekki samt aðgengi inn í listaháskólan eða inn í háskólan það væri einhvern veginn, það væri svo margar lokaðar dyr en þá. Og svo ekki bara hægt, það ekki nóg að opna dyrnar, það verður líka að breyta viðhorfunum þegar inn komið. Og það var kannski, ég náttúrulega gekk í gegnum mitt listnám
erlendis og það náttúrulega komin 40 ár síðan það var en það var maður upplifði það svo sterkt að þó manni hefði verið veitt sem sagt aðgengi inn og opnaði dyrnar inn í námið þá mætti maður kannski loka dyrum engu að síður og það var til dæmis ég var þá til dæmis ekki með gervihönd sem að ég hafði aldrei notað fram að þessum tíma og mér var settur strax stóllinn við dyrnar já, ef þú setur ekki upp gervihönd þá færð þú ekkert að gera þú verður bara að byrja á því ef þú ætlar að verða söngvari að fá þér gervihönd skilur, þannig upplifir fólk kannski þessar þessa höfnun í rauninni þú getur ekki mætt bara eins og þú kemur til dyrana sko heldur verður þú að aðlaga þig að þeim kröfum og hugmyndum sem eru gerðar í þessu námi og í þessum heimi sem að býr við þetta norm til að reyna að vera meira til þess að passin í normið sko. En þess vegna eru þið með svona eða lýsing á viðburðinum held ég þessum viðburði frekar en öllu uppskeruhátíðinni, ég held að sé sérstaklega lýsingi þessum að þetta er svona fólk boðið velkomið að koma eins og það sem sagt og er talað eitthvað skinnsegin öryggisrýmið við sem að svona vorum að svona, og erum með upplestur á þessu kvöldi það er annars vegar sem sagt tabú og svo er það neurodivergent writer space það er sem sagt fólk með einhverfu og þannig við leggjum mikla áherslu á morgun og það sé aðgengi bara fyrir öll sama hvað það er gott aðgengi fyrir hreyfihamlaða þarna í þessu húsi, það eru leiðarlínur í gólfinu, það er Navilens kerfi sem að ég kann nú ekki að útskýra betur en það er það tengist aðgengi líka eitthvað teknilegt við viljum hafa og sem sagt út frá fólki með einhverju það er þú getur merkt þig við komuna inn með litakóða ég vil ekki láta tala við mig ég vil ekki tala við fólk sem ég þekki eða ég ekki tala við alla en fólk verður merkt þannig við pössum líka veitingar að sé ekki mjög sterk lykt af veitingum og það verði ekki hávaði í rýminu þannig bara svona reynum að tryggja það að öllum geti liðið vel Þetta er alveg stórmerkilegt svona viðburðar smíði sko Já, ég lærði heilmikið á þessu Já, en ef minna hlustundur og áhorfundur á hvar þetta er Þetta er í mannréttindahúsi Sigtúni 42 þetta er semst við hliðin á Ásmundarsafni í Sigtúni, sama hús og ÖBI og það er klukkan húsið opnar 19:30 annað kvöld 19:30 og þetta er opið verslun er það ekki? Hefst klukkan 8 Já, vel velkomin og það er líka, þið leggir líka áherslu á einmitt kyn sko, sem sagt, það eru konur og jaðarsett kyn þannig að þetta er Þetta verður mjög spennandi. Já, þetta er óbáslega spennandi. Bara maður verður að finna leið til að komast á þennan viðburð. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og segja okkur frá viðburðinum og frá ykkar reynslu og ykkar skrifum sem ég vona nú bara að komi út í bók síðan í kjölfarið. Það er Sigríður Jónsdóttir, aktivisti og listakona og liðskona Tabú, femínískrar föllunarhreyfingar og Þorbera Fjölnisdóttir skáld og ég er nú ekki skáld en ég er tabúkona það er nóg að segja það bara tabúkona og varaformaður NPA
Kæra og skipuleikjendur þessa viðburðar Já. og þátttakendur. Kærar þakk fyrir spjallið. takk fyrir að fá Þetta var of stutt spjall en þannig að ég vonast maður var rétt svona Já, við erum rétt komast í gang, ég veit það. Við förum ekki að segja, hundurinn læsti mig út úr bílnum og það er alls konar en við kannski fáum að heyra, það væri nú gaman að fá að heyra í ykkur einhvern tímann síðar. Hlustendum áhorfendur þakka ég fyrir að vera með okkur hérna og bið ykkur að fara ekki langt frá rauða borðinu því við höldum áfram eftir smástund að ræðum samfélagið og umhverfið. Takk fyrir. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.